gömul sögn að dreki búi í vatninu og Barba-fjölskyldan gerði sér ferð ásamt vinum sínum François og Claudine til að reyna að koma auga á hann. Þau kalla á hann en ekkert gerist. Barba-mamma stingur upp á að þau fari út á vatni til að finna hann. Og síðan breytti fjölskyldan sér í alls konar báta, allavega á liti. Barba-snjöllum datt fyrstum í hug að stinga sér á kaf og svo fylgir öll fjölskyldan. Barba-kæran vantar aldrei hugmyndaflugið, hann breytir sér í sækál. En hvað er gaman að leita að dreka og breyta sér að vild úr Barba í bát og fara eins hratt og maður kæri sig um. Það hlýtur að vera gaman að fara hratt í kafi. Æjæ, þarna rákust saman kafbátur og sækálfur. Ekki gekk þetta vel, enginn sá drekann. En hvað er þetta? Bíðum við. Dreki hlýtur að vera mjög stór. Svona stór. Nei, fremur eins og slangi í laginu. Svona, já. Já, einmitt, svo eru þeir líka með drekaklær. Og þannig studdu Claudine og François Barba-fjölskylduna með ráðum og dáð. Svo að brátt urðu allir að fullkomlega gjaldgengum skrímslum. En hvað ef hann kemur nú ekki? Hann kemur áreiðanlega. Drekar eru óvanalega næmir og finna á sér ef aðrir drekar eru í nánd og þá birtist drekinn. Eins og allir vita búa drekar alltaf einir. Svo að þið getið ímyndað ykkur gleði drekans þegar hann kom upp úr vatninu og sá 6 aðra drekar sem hann gat leikið sér við. Hvað er þetta? Vertu óhræddur, dreki minn, þetta erum bara við, Barba-fjölskyldan. Og auðvitað voru börnin glöð að sjá árangur erfiðisins. Sýndu þig, já allan. Ég þori það ekki. Jú, vertu ekki feiminn. Þú getur leikið við systkinin. Ég vissum að þú ert mjög fallegur. Haldið það í alvöru? Já, komdu upp úr vatninu, komdu dreki. Ég er alveg óhætt að koma, dreki. Svona nú. Já, hérna. Úff. Sá er stór. Hann er mjög góður. Já, drekinn var svo sætur og góður að öllum fannst fjarska gaman að leika við hann.